Sal á bæjarskrifstofunni á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 294. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann settan. Hér á dagskrá í dag eru fundargerðir bæjarráðs nr. 667, 668 teknar saman til umræðu og atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Eignaskipulags- og umhverfisnefndar nr. 263 og 262 og 263 teknar saman sömuleiðis til umræðu og atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Hafnarstjórnar nr. 245 og 246 teknar saman til umræðu og atkvæðagreiðslu. Íþrótta- og tómstundanefnd nr. 75, menningar- og nýsköpunarnefnd nr. 27, safnanefndar nr. 15, félagsmálanefndar nr. 135, öldungaráðs nr. 3 og barnaverndarnefndar nr. 117. Þá eru hér undir liðnum almenn mál nokkur slík, það eins og gefur svo venja hér kosning í svokölluðu einsárs embætti. Það fyrst kosning forseta bæjarstjórnar, kosning fyrst og annars varaforseta bæjarstjórnar, kosning bæjarráðs, þetta allt saman kosninga til 1 árs, kosning fulltrúa aðalfund SSA sem sömuleiðis er til 1 árs en nú með aðeins breyttu fyrirkomulagi eftir að samþykktum SSA var breytt á aðalfundi þess núna á þriðjudaginn var og muni kynna þá eftir í hverju þær breytingar felast gagnvart sveitarfélögunum. Síðan síðar umræða breyting á samþykktum stjórn og fundarsköp, tengist fullnaðargreiðslu eignaskipulags- og umhverfisnefndar og sömuleiðis þá því samhangandi síðar umræða erindisbréf eignaskipulags- og umhverfisnefndar. Síðan liðurinn forsetakosninga 2020, það kjörskrá og kjörskrárstofn og umboð til bæjarstjóra í tengslum við forsetakosninga sem munu fara fram á laugardaginn kemur. Síðan umferðarsamnefnd Fjarðabyggðar uppfærð og vísa hér frá eignaskipulags- og umhverfisnefnd. Einnig frá eignaskipulags- og umhverfisnefnd Naustahvammur 60-69, óveruleg breyting á deiliskipulagi, stækkun lóðar Naustahvamm og síðan tillaga frá forseta bæjarstjórnar sumarleyfi bæjarstjórnar því að það er komið þenn tíma sem bæjarstjórn tekur sér leyfi og bæjarráð tekur við skildum og síðan verður lögð fram tillaga að fundum bæjarstjórnar út árið hér í lokina þegar hún kemur saman að nýju eftir sumarleyfi. En þá göngum dagskrár og áður leið og ég kynni inn fyrsta lið sem eru bæjarráðsfundargerðir 667 og 668. Þá hefur Rúnar Gunnarsson bæjarfulltrúi vakið athygli mína á því að í bæjarráðsfundargerð nr. 667 liður 13 sem kauptilboð Egilsbraut 6, hann sé vanhæfur í því máli sökum fjölskyldutengsla við þann sem þar gerir tilboð og óskar eftir að það verði tekið til umræðu og atkvæðagreiðslu sérstaklega og við tökum þann lið hér fyrir byrjum að taka fundargerðina undanskilda þeim lið og tökum hans út til umræðu og atkvæðagreiðslu með Rúnar víkur á fundi. En orðið laust og Eydís Ásbjörnsdóttir orðið. Gerðu svo Eydís. Forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Það fara yfir nokkra liði fundargerðum bæjarráðs nr. 667 og 668. Og hér fyrst eru það liðir 2-10 í fundargerðum bæjarráðs 667 sem fjalla starfs- og fjárhagsáætlanir fyrir árið 2021 en núna eru allar nefndir búnar að fara í yfirferð í sínum málaflokkum sem núna er svo unnin áfram og í september mun svo fjármálastjóri útluta fjárhagsrammunum til nefnda sem meðal annars tekur mið af þeirri vinnu sem hafin er. Það liður 11. Lagðar voru fram fundargerðir og niðurstöður starfshóps fyrirkomulag tjaldsvæðanna í Fjarðabyggð sem bæjarráð skipaði og þar var ég sem formaður hópsins ásamt Ívari Dan Rögnarsinni og Rúnari Gunnarsinni og Kristínu Þór Jónasinni. Niðurstaða starfshópsins var að verði lögð áhersla á að hefja framkvæmdir á Stöðvarfirði og Breiðdalsvík og í framhaldinu þá yrði framkvæmdum flýtt á Eskifirði eins og kostur væri. Það er fyrirhugað í Neskaupstað þá eru þær ofanflóðaframkvæmdir sem þar eru í gangi kalla fram að það núverandi tjaldsvæði þarf að víkja og leita verður við samkomulag við ofanflóðasjóð að þeir myndu byggja þá upp sambærilegt tjaldsvæði
og tillaga að það verði við Strandgötu 62 vestan við byggðina. En starfshópurinn vísaði tillögunum svo til bæjarráðs sem að vísaði þessu sem sagt áfram til menningar- og nýsköpunarnefndar sem hýsir núna þennan málaflokk sem er búin að samþykkja tillögurnar og vísa þeim til fjárhagsáætlunar gerðar. Lið 12, það fengum við minnisblað frá sviðsstjóra fjölskyldusviðs, fræðslustjóra fjármálastjóra vegna fjármagnar á tölvukaupum fyrir skólastofnunina okkar og í framhaldinu samþykkti bæjarráð að farið verði verðkönnun á kaupum og þegar það liggur fyrir mun það koma að nýju fyrir bæjarráð. Liðið 15 lögð fram drög á samningi úthlutun Ísland ljóstengt, það var auka úthlutun 2020 og framlög í ljósleiðarverkefni Fjarðabyggðar. Það er búið að þegar að undirrita þessa samninga, en það voru veittar 2,5 milljón auk 2,4 sem byggðastyrkur. Jafnframt voru veitti neyðarlínan styrki til ljósleiðaralagningu milli Brekku og Dalatanga ásamt hringtengingu, fjarskiptainnviða í Fjarðabyggð og bæjarráð þakkar veitta styrki og þeir skipta gríðarlega miklu máli til að efla öryggi bæði í landi og sjó. Fundargerð 668 á liðir 1 og 2 fjármálastjóri gerði grein fyrir breytingu á stofni fasteignamats á milli áranna 2020 og 2021 sem á bréfi sambandi íslenskra sveitarfélaga beiðni samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins álagningu fasteignagjalda á næsta ári. Bæjarráð vísaði erindunum til fjárhagsáætlunar gerðar 2021 og munum við taka mið af lífskjarasamningi í þeirri vinnu. Það liðið 4. Það var framlagt bréf heilbrigðisráðuneytisins vegna beiðninnar sem var send frá okkur frá því í október 2019 framlag til endurbóta á Uppsölum þar sem þeirri beiðni var hafnað að hálfu ráðuneytisins og bæjarráð vísar erindi til umfjöllunar framkvæmdaráðs hjúkrunarheimilana. Jafnframt áreitar bæjarráð að það var ekki óskað eftir leiðbeiningu ráðuneytisins, heldur var óskað svara við spurningum löngu tímabærar framkvæmdir við hjúkrunarheimilið. Og bæjarstjóri falið að senda bréf til heilbrigðisráðherra í framhaldi vegna málsins en við lýsi furðu minni yfir þessu svari ráðuneytisins. Liðið 5, það var lagt fram minnisblað atvinnu- og þróunarstjóra og upplýsingafulltrúa lykil að Fjarðabyggð sem útfærsluverkefni vegna stuðningu ferðaþjónustuna. Þar sem lagt til að vera gefnir út afsláttarmiðar í sundlaugar og söfn sveitarfélagsins þar sem ferðaþjónustu aðilar sem þeir geta þá framselt sínum viðskiptavinum. Bæjarráð samþykkti tillögur minnisblaðinu og var vísað til menningar- og nýsköpunarnefndar til kynningar. Að lokum óskar bæjarráð Sigurborgu Einarsdóttur ljósmóður og hjúkrunarfræðingi innilega til hamingju með heiðursmerkinar íslensku fálkaorðu en henni var veittur riddarakross fyrir framlag sitt í þágu heilbrigðisþjónustu í heimabyggð. Sigurborgu mjög vel að þessu komin. Takk fyrir Eydís, orðið laust undir fundargerðum bæjarráðs. Ásköttur að fá að taka til máls bara hér undir örfáum liðum. Bara líkt og kom fyrir fram áðan líka bara liður 15 sem Ísland ljóstengt sem var auka úthlutun 2020 og 2021 vegna ljósleiðarlagningar. Eins og við sjáum þarna þá voru lögð fram með samningar Ísland ljóstengt þetta auka úthlutun sem fór nú fram 2020 og framlögð í ljósleiðarverkefni okkar. Og við fengum sem sagt 2,5 og 2,4 til viðbótar í þessi verkefni sem við höfum verið í sem ekki vanþörf á því að þau eru kostnaðarsöm en þetta gera það verkum að við erum búin að mjög langt komið með ljósleiðaravæðingu dreifbýlis hjá okkur. En kannski ekki síst vill ég nú vekja athygli og fagna eins og bæjarráð gerði fyrir hönd bæjarstjórnar að Neyðarlínan OHF fékk líka í þessari úthlutun sem var viðstaddur fyrir hönd Fjarðabyggðar í Reykjavík styrk til ljósleiðartenginga milli Brekku og Dalatanga sem hluti af hringtengingu innviðanna hér og
þetta gríðarlega mikilvægt öryggismál að fá þessa tengingu frá Brekku út á Dalatanga til þess að gera okkur kleift að við getum þá komið þar á fjarskiptasambandi út á hafið. Þetta hefur verið, eins og með þekkja, fjarskipti við Dalatanga eru nú ekki alveg einföld, það hefur ekki verið einföld og hafa verið mjög svona brothætt og bæði þetta fyrir þann íbúa sem þar það veit að mikið segja en fyrir öryggis sjónarmið gæta sæfærendum og bara ferðamönnum á svæði að fá þarna þessa tengingu mjög mikilvægt fyrir okkur og hérna er ástæða til að fagna þessu og þakka ráðuneyti og Neyðarlínu fyrir að koma að þessu. Ég ætti að vera vonandi frá gengið í sumar. Neyðarlínan með töluvert mikið af verkefnum og þar að meðal munum Neyðarlínan fara í að klára tengingu frá Hánisstöðum og inn til Seyðisfjarðar sem liður í náttúrulega hringtengingunni sem við erum byrjuð í fyrsta lið núna með þegar að komið með ljósleiðari í Mjóafjörð sem tekið var notkun á liðnu vetri í nóvember síðastliðinn. Þannig að þetta er verkefni sem skiptir okkur miklu að fá í því að þetta er ekki einfalt verkefni að leysa en ég veit að Neyðarlínan mun gera það vel. Þannig að sýnt það og sannaði í sínu fyrri verkum að það er engar fyrirstöðu bara lausnir hjá þeim sem mjög gott. Aðeins svo bara örlítið bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga sem liður 2 sem sambandi tók ákvörðun að senda áfram. Sambandi náttúrulega ekki í neinum höldum með að geta tekið ákvarðanir um sveitarfélög því að þetta sveitarfélag hefur sjálfsákvörðunarrétt í sínum málum en samkvæmt sem eru landsflóttasamtök eða sambandi og landsvísu þetta kemur fram og ræðir fyrir hönd sveitarfélaganna og miðla svo málum til þeirra og hver að tekur ákvörðunum og þannig að það var ljóst inn í stjórn sambandsins að við myndum koma þessu erindi á framfæri en að sjálfsögðu getum ekki svara fyrir hönd sveitarfélaganna. En þetta mjög misjafnt að menn hafa séð það að það er mjög misjafnt milli sveitarfélaga hvernig fasteignamat núna en þetta er bara eitthvað sem við bara skoðum í fjárhagsvottunargerðinni en þarna þetta verið svona að fara fram og að lágmarki verði hækkunum bara ekki meiri heldur á 2020. Þannig að þetta er bara hluti sem við skoðum núna í fjárhagsvottunarvinnunni inn í haustið. Síðan náttúrulega get ekki hættir láti hjá líða eins og kom fram í máli formanns Bæjarráðs að koma hérna inn á lið 4 þegar heilbrigðisráðuneytið sá sig fært að svara erindi okkar frá því í október þá fengum við tilbaka svar sem fólst í leiðbeiningar hvernig maður eftir nú að bera sig að við að sækja í framkvæmdasjóð aldraðra sem við höfum gert ítrekkað og fengið svona, stundum náð fyrir augum og farið í verkefni sem við borgum 40% í ýmsum endurbótum í hjúkrunarheimilum okkar. En þetta mál tengdist ekki neitt, þetta er svo beint til ráðuneytisins það að það væri alveg ljóst að þegar Uppsalir fara úr því að vera dvalarheimili yfir í hjúkrunarheimili og við höfum fengið þeim og þá þyrfti því að fylgja jafnframt líka fjármagn til að gera breytingar á húsnæðinu svo það myndi uppfylla þau skilyrði sem við viljum gera til hjúkrunarheimila. Og þar leiðandi var ekki verið að biðja ráðundum að segja manni hvert maður ætti að senda í hvað annað netfang heldur það að ráðandi að tækja ábyrgð á þeim breytingum sem eru og því að þessi rekstur er innan vébanda ríkisins eða svo á að heita og það var svolítið sérstakt og þess vegna fólum við bæjarstjórn nú að senda bréf til ráðherra beint vegna málsins og óska eftir svörum það hvort mun ekki koma af slíkum breytingum og það sé því sem það bara hreint svara því að það eru mjög brýnt að Uppsalir nái að það verði hægt að fara í ýmsar breytingar innan hús þar til að gera hann betur í stakk það húsnæði til að sinna hlutverki sem hjúkrunarheimili. Þó að það hefði gert það vel á sínum tíma sem dvalarheimili þá þetta sitt hvor þjónustan sem við ætlum að veita fólki. Þannig að þetta var mjög sérstakt og svona yfirleitilegt svar frá annars því ágæta ráðuneyti. En það var ekki fleiri kveðsljós undir fundargerðum Bæjarráðs. Einar Már, gjörðu svo vel. Forseti aðeins til að taka undir með formanni Bæjarráðs og forseta bæjarstjórnar varðandi þetta lið 4 í seinni fundargerð Bæjarráðs húsnæði Uppsala. Það sem sagt á í raun og veru ekkert að koma okkur á óvart þegar embættismenn fá það verkefni og að svara bréfum og þá svara þeir eins og embættismenn. Það er að segja innihaldið verður í þeim anda að paragrafið segir að svona skuli hlutinni vera en ekki öðruvísi. En við þurfum auðvitað pólitísk svör og það er þeir sem skortir og vonandi
kemur það þá í annari umferð. Aðeins síðan tengt þessu máli í 8. lið er fundagerð stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga, þar sem meðal annars er fjallað hjúkrunarheimilin. Svo munið þá við rætt þetta nokkurnu sinnum hér á bæjarstjórnarfundi og við hvöttum til þess að það yrði náð saman milli sveitarfélaga sem að reka hjúkrunarheimili, og það er einmitt í þessari fundagerð hvatt til samstöðu sveitarfélaga í málinu. Það er komin svona ákveðið hreyfing á málið með því að það fer fram úttekt á þessu sameiginleg. Við skulum vona að það taki sem allra styrstan tíma. En í hnotskurn er þetta hefðbundið vandamál samrekstra ríkis og sveitarfélaga sem að því miður hefur aldrei gengið almennlega upp. Og það hefur alltaf þróast í þessu sömu átt að það hallar á sveitarfélagin vegna þess að stóri bróður er alltaf ríkisvaldið. Og þessi málaflokkur er náttúrulega einfallega þannig að það lenda allir í pattstöðu vegna þess að það er enginn sem ætlar sér að fara að loka einhverju hjúkrunarheimili. Og ég held að það sé mikilvægt að við gefum þau skilaboð vegna þess að ég hef aðeins heyrt að þeir sem að fylgjast með umræðin þetta að menn fari svona að vera hálfsmeykir, þar að segja aðstandendur þeirra sem þarna dvelja, hvort að þetta sé virkilega lendi í einhverjum hnút. Það hefur búið að gera svolítið úr þessu í fjölmiðlum að sveitarfélögin hafa verið að segja upp samningi við ríkisvaldið, núna síðast Hornafjörður var að bætast í hópinn. Og þetta getur orðið mjög viðkvæm umræða vegna þess að þetta er afar viðkvæm starfsemi. Þannig að ég held að það sé alveg ljóst, það ætlar enginn að fara að loka á svona og allra síst við sem höfum lögð áherslu á það að þetta sé sem allra best þjónusta og viljum frekar bæta í. Þannig að lykilatriði þetta, það verður að finna viðunandi niðurstöðu. Annaðhvort verður ríkisvaldið að taka algjörlega þetta yfir og sjá þessa þætti, eða sveitarfélögin taka það þá yfir og fá tekjustofn eða tekju til þess að reka þetta. Svona fyrirkomulag þar sem að það er skammtað úr nefa af öðrum aðilanum til hins aðilans og sagt við hinn aðilan þið verðið bara að gera þetta svona, og þá er venjan svo þegar menn er að finna einhver meðaltöl, það er miða við hagstæðustu einingarnar og hugsanlegt að reka hagstæðustu einingarnar nógu stórar og miklar fyrir þessa peninga, en leið og það orðin minni og ýmsir erfiðleikar, kannski erfiðar á húsnæði og svo framvegis, þá bara gengur þetta ekki upp. Og við því miður sjáum það mjög vel hjá okkur, þetta gengur alls ekki upp. Peningarnir sem við fáum frá ríkisvaldinu dugar engan veginn í reksturinn, og það eru sum sveitarfélög, slemtur það hjá okkur, en það eru sum sveitarfélög ekkert fjarri okkur sem er í enn verri stöðum við. Þannig að þetta er auðvitað gjörsamlega óviðunandi, því að svo eru önnur sveitarfélög sem er algjörlega á hinum kantinum þar að segja, þurfa engar áhyggjur af þess að hafa, ríkisvaldi sér það þar. Þannig að þetta er ófremdarástand sem að menn þurfa að sameinast í að leysa bæði sveitarfélögin sameiginlega og ríkisvaldi. Þakka fyrir hennar, við erum fleiri kveðsljósundir fundagerðin Bæjarás. Svo verðist ekki vera, ég ber það þá upp þessa tværa undanskildun lið 13 í 667 til Sannendar. Það eru Sannendar með 9 atkvæðum. Þá ætla Rúnar Már Gunnarsson að víkja úr sal og ég ætla að taka fyrir lið 13 í fundagerð 667 sem er kauptilboð í Egilsbraut 6. Egilsbraut 6 er það húsnæði sem hefur gegnt hlutverki áhaldahús í Neskústað fyrir sveitarfélagið, var á sölu og Bæjarráð ákvað að taka gagntilboð sem kom og hafi komið frá Víglindi Gunnarsinni fyrir hönd verslunarinnar Pan og því var tekið, þannig að það er lyktur þess og þessi liður hér til umræðu og afgreiðslu svo við taka til máls. Svo verðist ekki verið að bera hann eftir Sannendar, hann er Sannendar með 8 atkvæðum. Þá má Rúnar Már Gunnarsson koma aftur í sal. Einar, nennir að sækja Rúnar. Já, draga með 9. Hann má koma. Já, góði bæjarfulltrúar, þá er aftur við full mannaði í sal og við förum næst í fundagerð eignar skipulis- og umhverfisnefndar sem er númer 262 og 263 leið og ég opna mælendaskrá og skal ráðtaka til máls aðeins og fylgja eftir nokkrum liðum. Það er kannski fyrst skal nefna að í því það er í báðum þessum fundagerðum er aðeins komið inn á umhverfisstefnu Fjarðabyggðar, sem sagt lið 5 og síðan aftur þá, og hún er nú farin frá nefndinni til umsagnar í öllum nefndum sveitarfélagsins. Eignar skipulis- og umhverfisnefnd hefur verið að vinna nokkuð lengi að umhverfisstefnu og hér eru komið fram drög sem nefndin fór yfir á báðum þessum fundum og senda svo til umsagnar í nefndum. Líklegast þessum tíma hefur dregið aðeins úr
vantar fjölda oft í júlí, þá var þetta nú svona að koma inn aftur í ágúst, en kemur svo hér inn að síðan nefndi taka þetta fyrir að 9, fara yfir það athugasemdir einhverju eru frá hinum nefndunum og hugsanlega líka ræða þetta ennþá frekar. En þannig er þetta ferðinni mjög metnaðarfull markmið sem munur þetta svona setja sér skýra sýn til framtíðar og við þurfum að vanda okkur mjög í því, þannig að það falli vel líka þeirra atvinnustarf sem annað sem er í sveitarfélaginu og framtíða sín okkar í þeim efnum. Þannig að þetta fer núna til umsagnar og er búið að heilmikil umræða sér stað í nefndinni, góð og þetta við tekið breytingum og fer núna og nú gefst öllum tækifæri að koma að því. Aðeins bara vegna liðar 1 í 263, öllu jöfnu ættum að vera hér með þetta deiliskipulag sem var, það bárust engar athugasemdir vegna deiliskipulag sem Eskifjörður miðbær, þetta er deiliskipulag sem tengt er framkvæmdunum í Lamberá. Nefndi saðindi þarna fyrir sitt leyti deiliskipulagið og uppdrátt og fleira. Þetta ætti að vera hér í dag en mun fara inn til Bæjarás, líklegast á næsta fundið með fljótlega. Það ætti að gera örlitlega breytingar á uppdráttunum sem ekki náðast að gera í dag, en hefur engin áhrif á framkvæmdina öðru leyti því að skipulagið hefur lokið, það er búið að ljúka þessum auglýsingatíma. Athugasemdir voru ekki formlegar en svo minni háttar á vegagerðinni hvað varðar umferðaröryggi og það er verið að breyta aðeins í samræmi við það sem náðist bara ekki fyrir þennan fund hér í dag. Ræddi við skipulagsfulltrúa en enga síður er þetta árið þannig að nú fer þetta verk í útboð. Geri ég ráð fyrir núna í byrjun júlí og ekkert sem stoppar það af okkar hálfu. Þannig að það er klárt og hægt að hefast handa við það þegar ofanflóðasjóður eða Framkvæmdasýslan hefur lokið því sem þarf að ljúka í kringum það. Það er nú kannski það, ég vildi svo aðeins vekja athygli á því að nefndin líka þrátt fyrir að hitastigið í dag sé 21 gráða, þá erum við strax svona að hugsa snjómokstur því að þetta hefur svo kostnaður verið verulega þungur síðustu ár og eftir umræður í bæjarráði og eins líka þá teljum við eðlilegt að Framkvæmdasýslan taki saman núna og ég ráðni með tíma sér tekið þó við vonum að byrja ekki að snjóa fyrir í fyrsta lagi í janúar. Það væri afskaplega gott fyrir fjárhagsáætlun sveitarfélagsins að fara aðeins yfir bara snjómókstur í hverjum Fjarðabyggðar, taka hann saman og svona yfirlit yfir hann, kosta hans skipulag og fara að ræða það í nefndinni hvort það sé einhverjar hlut sem við þurfum að skoða til breytinga til hagkvæmni og annað slíkt og við séum í því tíma núna í sumar og byrjun og seinni bara sumar til þess að við getum verið klár með það í haust. Eins líka aðeins í sambandi við opin leiksvæði, það hefur verið töluverð umræða meðal íbúa sem er mjög skiljanlega að leiksvæðin okkar, það er verið að bíða, það hefur gengið erfilega að fá verktaka í að fara í uppsetningu nýra leiksvæða sem eru áætluð hjá nefndinni, bæði á Fáskrúðsfirði og eins og það Norðfirði og fleiri stöðum, það sem eru og síðan bara þarf viðhald á leiksvæðunum, það sem við getum hlut til sýnt líka sjálf og við svona fólum Framkvæmdasýslu að hefja nú viðhald eins og við getum bara með okkar starfskröftum á þeim stöðum sem það er hægt og það sem þyrfti stærra ef að reyna að fá verktaka sem fyrst í að koma þeim á stað. En það er við ramma reip að draga í sumari við verktaka. Það er mikið að gera sem er jákvætt í Fjarðabyggð, það er mikið undir hjá öllum verktökum þannig að eins og þá er svona aðeins tegist það en við ætlum að leggja með það mikla áherslu að við komum þessu í gagni sem fyrst þannig að þau séu til sóma inn í sumarið og haustið. Það var ekki fleira, velja fleiri kveðisljóð sem dregna skipulags- og umhverfisnefnd. Svo verðist ekki verið að ber það fundagerð upp til samþykktar, verður samþykktar með 9 atkvæðum. Þá er næst fundagerðir hafnarstjórnar með 245 og 246, orðið lausnum þær velja kveðisljóðs, Sigur Ólafsson gerði svo vel. Já, forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og Gunnar. Ég ætla kveða mér aðstu hljóðs málefni hafnarstjórnar úr fundagerð 246, tengist þetta líka máli úr fundagerð 245 en það er sem stækkun Eskifjarðarhafnar. Það sem sagt, menn eru búin að vera að skoða hversu umfangsmiklar þessar framkvæmdir verða. Það er mjög djúpt niður á fast. Þarf að reka staura langleiðina til helvítis til þess að það sé hægt að byggja hana. En eftir tilrauna niðurrekstur á staurum og mikla útreikninga þá hafa verkfræðingar Eflu komist að þeirri niðurstöðu að þetta verði ekki eins dýrt og talið var og munar alveg einhverjum 90-95 milljónum
sem umtalsverður peningur og það bara svo gaman að það eitthvað einhvers vegar ódýrar heldur menn héldu að mér langaði bara að benda á það og þetta náttúrulega þýðir það að við getum þá keyrt þessa framkvæmd eitthvað hraðar áfram heldur en að við höfum talið og það nú bara verið að undirbúa útboðsgögn þannig að setja bjóða þetta sem fyrst út og hefja framkvæmdir fljótlega. Annað var það ekki. Það er Sigurður, við erum fleiri kveðsljóðs undir fundargerðum hafnarstjórnar. Svo virðist ekki verið í byrju eftir samþykktar, það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá er að fundargerð íþrótt tónlistarnefndar nr. 75, orðið laust um hana. Engin kveðsljóðs í byrju eftir samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er að fundargerð menningar og nýsköpunarnefndar nr. 27, orðið laust um hana. Engin kveðsljóðs í byrju eftir samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það fundargerð safnnefndar nr. 15. Það er ekki orðilegst óskattir að taka til máls og kannski kom inn á 2 atriði sem safnanefnd var að ræða á þessum fundi sínum, 15. fundi. Fyrir þetta náttúrulega starfs- og fjárhagsáætlun svona fyrir að leggja grunn af og leggjum svona áherslu á það að við svona horfum til, við segjum að auki starfsfólk svona, við teljum með brýnt að safnastofnun Fjarðabyggðar sem er ótrúlega umfangsmikið apparat sem hefur þetta bara látið ganga svona á því sem minnstu og við erum saman á því en við eigum gríðarlega mikið af söfnum, þau hafa aðdráttarafl fyrir ferðafólk, þau eru líka nauðsynleg fyrir samfélagið, það er farið með nemendur í hverju ári, íbúið að njóta, við þurfum að gera þau meira þannig að þau tói til sín fólk, séu nýtt betur og hafa meira aðdráttarafl og við svona erum að horfa við það að við einhvern veginn skoðum þarna núna með opnum huga þó svo kannski vitum að það er ekki fjármagn til að auka mikið rekstur að við kannski hvernig við nýtum starfskraftana sem best í því, við erum líka þátttakendur í sjálfseignarstofnunum eins og Sjómannasafni Austurlands á Eskifirði og Tryggvasafni og að við höfum verið að einfalda með kerfið en að hreinsa út svona apparat eins og Safnaráð Neskaupstaðar sem var búið að liggja í láginni í mörg ár og safnin tók bara við hlutverkis, sjálfseignarstofnun Jósvald Sigurðssonar, safn Jósvald Sigurðssonar felldu við niður og tókum inn að skoða það bara hvernig þessi best komi og við höfum tekið á umræði til þess að við þurfum að setjast niður og ræða með Sjómannasafni bara framtíðina á því. Líka náttúrulega leggjum við mikla áherslu frekar á að sé farið einhvers konar minni háttar fjárfestingu næsta ári í svona safnakostinum eins og hér á Stríðsvársafni á Reyðarfirði. Við leggjum mikla áherslu á að geta lokið við braggann sem er þar svona sem er hálfbúið að gera upp þann fyrsta. Sem á að gegna hlutverki svona samkomu salar, móttökusalar fyrir safnið þá gefst þá kostur á að breyta innandyra, það er svona lítið móttökurými þar núna sem er náttúrulega ekki stórt og þá getum við fara að horfa á safnahúsið þar, hvernig við viljum stefna með það hluta því sem er fyrir ofan hefur aldrei tekin í gagnið þannig að við svona viljum gjarnan sjá og höfum náð heilmiklum svona ekki segja árangri því að fara að móta framtíðarsýn. Það verður rifið núna upp á svæði hér á Stríðsvársafninu, geymslu skúr sem er búin að vera þar í mörg ár og alls ótengdur safninu og herminju. Látum hann fara til að gera aðkomuna betri að húsinu og svona fara að gera þetta á Stríðsvársafni er svona í ákveðnum forgangi þar. En líka þurfum að horfa á með Sjómannasafni Austurlands hvernig við sjáum fyrir okkur málin út á Eskifirði. Þar hefur verið mótuð stefna fyrir margt löngu með það, bæði gömlu búð og Jensenshúsið sem er náttúrulega eigu sveitafélagsins og þetta er allt saman hluti sem við höfum rætt og teljum eins líka með skjalasafnsmál fyrir Fjarðabyggð því að skjalasafn er okkar forræði safnnefndar og það er ljóst að við þetta bæði erum með héraðsskjalasafn 1 og síðan erum við með skjalasöfn. Sveitafélagi ber ábyrgð á skjalasöfnum sínum í 40 ár áður en getur skilað þeim á héraðsskjalasafn. Og þau máli eru bara ekki nógu góðum farvegi hjá okkur, við vitum það svona, þau eru í ýmsum geymslum nokkrum stöðum í sveitafélaginu sem þetta gengur ekki fyrir stjórnvald. Þannig við höfum verið að horfa til þess og fórum í vinnu það hvort við gætum breytt Egilsbraut 4 sem eigum hluta á Norðfirði og erum við hlið safnahússins í skjalasafn. Fengum til þess arkitektastofu sem er nýbúið að fara í gegnum slíka vinnu með Kópavogsbæ, breytti þar gamlu pósthúsi í héraðsskjalasafn fyrir Kópavog, eða skjalasafn fyrir Kópavog, héraðsskjalasafn. Og það er töluverður kostnað þannig að við höfum farin að horfa núna víðar og munum ræddum á þessu fundi og höfum rætt við
hollvini lúðshúsins sem hafa staðið fyrir uppgerð, hvort að það geti átt samleið að það hús muni hýsa skjalasafn Fjarðabyggðar til framtíðar og þá leið fundið því hlutverk hollvinir sem hafa staðið því að sveitafélag á það hús og mun eiga þó hollvinir hafi svona staðið að bakvið að reyna að safna í það styrkjum og halda þeirri uppgerð og það því var mjög vel tekið hollvinum, það sá menn svona ákveðna möguleika því að það fengist notkun fyrir húsið og það bara hluti sem við nú skoða núna að fullum því að það náttúrulega að ræða það búið að ná töluvert miklum árangri eða semst búið að ganga frá töluvert miklu í endurgerð þess hús því að það hús ekki lengur uppgert, það endurgert það endaði bara því, Minjastofnun sem heldur utan allar uppgerð á húsum sem njóta styrks frá ríkinu eins og við höfum gert þá Minjastofnun sem fer þar með stjórnmála og með fulltrúa sem stýri hvernig það gert og sá fulltrúi einfallega tók ákvörðun það að burðarvirði í húsi væru það illa farnir og það löngu illa farnir að húsi var endurgert en leið þá sýnishorn að því húsi hvernig hús voru byggð á þeim tíma. Þannig að það svona hluti sem við ætlum að skoða núna með úr því að bæði hollvinir tóku þessu þannig að safnefndin telur mjög mikið að þau skoðum þetta mál og eignarskipulagsumbreyting þarf að koma að því líka hvort þarna sé skynsamleg og kannski hagkvæmari leið til þess að nýta húsakost sem við eigum fyrir og leið gera betur við og finna hlutverk. Þannig að það svona hluti sem við munum vinna núna inn í hausti og tengslu við fjárhagsáætlun að gera einnig og gæti verið bara góð leið til þess að finna því húsi hlutverk því að til frambúðar og leið leyst úr þeim málum sem við erum í því að við erum nú þegar í miklu vandamálum, við erum með héraðsskjalasafnið okkar í leiguhúsnæði út í bæ, við erum með myndasöfnin okkar líka í geymsluhúsnæðum, síðan bara skjalasöfnin okkar í húsnæðum, mörgum hverjum geymslu sem þetta ekki eins og við hefum vilja hafa þær og okkur ber skylda til þess að halda utan á skjöl og geta svara fyrirspurnum slíkt. Þannig að þetta eru hlutir sem við munum bara skoða núna og að góðu samhljómur í safnend með að við verðum að reyna að fara þessa leið því að við gerum okkur líka leið grein fyrir því að við þurfum að vinna þetta með hagkvæmni í huga og sem hagkvæmast og útristan hátt sveitafélagi. Fleira var það ekki safnend, vilja fleiri kvæðis ljós. Svo virðist ekki vera að ég berja nætti Sandar, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Það var að fundargerð félagsmálanefndar 135, orðið laust hana, engin kvæðis ljós, ég berja nætti Sandar, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Það var að fundargerð öldungaráðs nr. 3, orðið laust, engin kvæðis ljós, ég berja nætti Sandar, það samþykkt með 9 atkvæðum. Það var að fundargerð barnaverndarnefndar nr. 117, orðið laust hana, engin kvæðis ljós, ég berja nætti Sandar, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Ja, gott og þá erum við konið í liðin almenn mál og það fyrst kosningar í svokölluðu einsvarsembætti. Það fyrst kosning forseta bæjarstjórnar til 1 árs. Sá sem hér stendur þar tilnefndur, aðurnur framboð. En svo var ekki að byrja til þess að það samþykkja merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Það var að kosning fyrst á annars varaforseta bæjarstjórnar. Þar líkt og verið hefur Eydís Ásbjörnsdóttir fyrsti varaforseti og Einar Már Sigurðsson annar varaforseti til 1 árs, fleiri framboð, svo ekki, bara upp til atkvæða, það samþykkt með 9 atkvæða. Þá það kosning bæjarráðs til 1 árs, þar eru tilnefndir Eydís Ásbjörnsdóttir formaður, Jón Björn Hákonarson varaformaður, Dýrunn Pála Skaftadóttir og Rúnar Már Gunnarsson áheyrnarfulltrúi. Fleiri framboð, svo ekki að byrja eftir samþykktar, það samþykkt með 9 atkvæða. Þá erum við konið kosning fulltrúa aðalfund SSA. Það aðeins breyting á því að aðalfundur SSA fór fram, að Sambandssveitarfélag Austurlandi fór fram á þriðjudaginn núna nýliðinn og þar voru breytt samþykktum þess ágæta sambands í ljósi þess að á svæði þess verður einungis 4 sveitarfélag eftir frá og með byrjun október þegar að nýtt sveitarfélag hefur farið í gegnum kosningar og tekið til starfa. Við höfum átt 15 fulltrúa því að fulltrúafjöldi okkar sveitarfélagana hefur skipst eftir íbúafjölda. Þannig að ákveðið margir íbúa mynda fulltrúa, við höfum átt 15 Fjarðabyggð, Fljótsdalshéraði átt 11 og svo koll að kolli. En nú var gerð svo breyting á að nú fer atkvæðamagn á fundum SSA eftir íbúafjölda, ekki fjölda fulltrúa. Þannig að nú fer Fjarðabyggð með 5.070 atkvæði rúmlega, sem íbúafjöldi hvers árs, bara 1. janúar og svo koll að kolli, þessi 4 sveitarfélög. Og í stað þess eru þá fulltrúar á aðalfundi SSA, þeim fækkað frá þessu sem áður var og nú eru það bundið við sveitarstjórnir hvers sveitarfélags.
Þannig að fulltrúar okkar eru þá aðalmenn í bæjarstjórn hverju sinni og þeirra varamenn til vara. Þannig að og svo má gera bara líkt og við að ef einhver flokkur á í vandræðum þá getur annar flokkur bara lána sína varamennin í það. Og en þannig að við förum ekki í 15, við förum 9 svo fyrir utan bæjarstjórn, náttúrulega bæjarstjórnir. Nú munu þeir, og þessi 9 munu fara með atkvæðin, embættismenn get ekki farið með atkvæð á aðalfund þessa. En aftur á móti getur einn bæjarfulltrúi farið með öll 5.000 atkvæðin í okkar tilfelli. Þá bara framseljum við, annars skiptum við bara milli okkar. Þannig ég legg til að núna verði bara bóka undir sem liðist þeim fyrir að telja upp nöfnin eins og við gert. Kosning aðalfulltrúa er það þessa vegna samkvæmt ný samþykktum SSA. Þá eru aðalmenn í bæjarstjórn fulltrúar Fjarðabyggðar og þeirra varamenn. Þannig að við sem ekki að tilgreina lengur telja upp alla. Þannig að vill einhver til þessi hljóð sem þetta? Ef svo er ekki þá ætla ég bara til samþykta, þess að samþykkja skeiði merki. Það er samt með 9 atkvæði. Þá erum við komin í lið 17 sem er breyting á samþykktum stjórn og fundarsköp Fjarðabyggðar vegna lag og reglugerðar mat og umhverfisáhrifum. Þetta er síðari umræða og hér er breyting bara á viðauka við samþykktina sem við höfum með stjórn og fundarsköp bæjarstjórnar hér sem er sérstök fyrir hvers sveitarfélag. Og hér bætist við liður til viðauka 1.1 til samþykkt nr. 736 frá 2019. Þetta eru fullnaðarafgreiðslu eign- og skipulags- og umhverfisnefndar sem varðar ákvörðun hvort framkvæmd skuli háð mat og umhverfisáhrifum þegar sveitarfélag sjálft framkvæmdaraðili. Og jafnframt fellur út á viðauka í sömu samþykkt annar tölur sem fjallar starfsemi rafveitu Reyðarfjarðar þar sem hún er ekki lengur innan. Orðið er laust hér í síðar umræðu þessa breytingu á þessum viðauka. Engin þessi hljóð sé byrjað til samþykktar, þannig samþykktar með 9 atkvæðum. Samhliða þessu þá þurfum við að gera breytingu á erindisbréfi eigna skipulags- og umhverfisnefndar og hér er síðar umræða það. En erindisbréfinu er bara breytt í samræmi við þessa ákvæðum þessar fullnaðarafgreiðslur sem eru nýkomnar inn samkvæmt lögum og ákvæðan þegar framkvæmd skal háð á hvort hún skuli háða mat og umhverfisáhrifum þegar sveitarfélagi sjálft til framkvæmdaraðili og sömuleiðis samum ákvæðum rafveitu Reyðarfjarðar. Orðið er laust. Engin þessi hljóð sé byrjað til samþykktar. Þetta er samþykkt breytingu á erindisbréfi eigna skipulags- og umhverfisnefndar. Þá erum komin liðin forsetakosninga 2020 en bæjarráð fól bæjarstjóra á fundi sínum 18. maí að semja kjörskrá eða kjörskrárstofn vegna forsetakosninga 27. júní og hér er hann lagður fram kjörskrárstofnin og í heild sinni og jafnframt er bæjarstjóra falið umboð í tengslu við hann og bæjarráði þá ef þarf að skera úr álita mál að þá er hægt að kalla það saman meðan á kjörstað eða alveg allt frá lokun kjörstaða. Ég þarf að kæra einhvern inn á kjörskrá eða kæra einhvern út á kjörskrám, kannski ekki miklu líkur í forsetakosningum. Orðið er laust þetta. Einar Már, gjörðu svo vel. Hvað er stofnun stór? Forseti, ég vona mér fyrirgefist að taka hér upp smá hugleiðingu kosningar almennt, það er ekki beint tengt kjörskrárstofni, heldur aðeins að bara til að minna okkur á að það skiptir máli að kosningaþáttaka sé almennt í kosningum sem allra mest og best. Þess vegna hef ég áhyggjur af því að utan kjörfundakosning fer fram á afar fáum stöðum og þeim hefur farið mjög fækkandi undanfarin ár í Fjarðabyggð, þessu dreifða sveitafélagi, þá er eingöngu hægt að kjósa utan kjörstaðar á Eskifirði, ljómandi góður staður og ekkert við hana aðtuga. Ég hefði hins vegar vilja hafa þetta á fleiri stöðum og bara tökum dæmi. Á föstudag, síðasta daginn, virkadaginn fyrir kosningadag, þá er eingöngu hægt að kjósa fram að hádegi á Eskifirði. Ég er ekki viss að þetta sé í mörgum sveitafélagum landsins skorið í nögl. Við breytum þessu ekki í þessari viku en það sem ég vildi vekja athygli á þessu er það að það eru líka kosningar á næsta ári og ég held að við ættum að óska eftir eða bæjarráð samtali við líklega sýslumann sem sér framkvæmt utan kjörstaatkvæðagreiðslu hvort það sé nú ekki hægt að kippa þessu í liðin vegna þess að það er alltaf stöðugt fyrir að tala það að kosningaþáttaka fari minnkandi. Og hvað er nú besta ráðið almennt til þess að auka þáttöku? Það er til þess að gera þáttökuna sem auðveldasta. Þetta er ekki leið til þess að þrengja stöðugt að. Vek athygli á því líka að á höfuðborgarsvæðinu var gerð breyting, mjög róttæk breyting. Nú er búið að opna utankjörstaatkvæðagreiðslu
í Smáralindin í Kópavogi sem að mér skilst hafi stór aukið þáttöku. Áður var þetta á sýsluskrifstofunni sem menn þurftu nú að vera hálfan dagmargir að leita að en nú rekast menn á þetta bara svona ósjálfrátt þegar þeir eru í búðarferðinni sinni og á fleiri stöðum líka. Þannig að ég held að við eigum að taka þátt í því að bæta aðgengi að því að geta kosið utan kjörstaðar. Það er ekkit rosalega mörg ár síðan að þetta var í hverjum einasta þéttbýliskjarna, hverjum einasta og aldrei neitt vandamál. Við höfum alls konar möguleik í samstarfi við ríkisvaldið en tökum eftir því að þessar kosningar eiga að vera á kostnað ríkisvaldsins, ekki á kostnað sveitarfélagana. Þannig að það þarf að eiga samtal það að bæta úr þessu og ég trúi því að við höfum öll áhuga á því að kosningaþáttaka verði sem best, hvort sem spenna í kosningum eður ei. Takk fyrir hennar, bara einmitt þess til áreikningar að bæjarráð fekk erindi frá sýslumannum þar sem hann fór þess að leita að við myndum koma að því að standa straum að utan kjörfundaratkvæði, fjölga þeim stöðum og við töldum mjög brýnt núna í ljósi þess að þetta væri til forsetakosningar, til kosningar allra þjóðarinnar á vegum eins og ríkisins. Við lögðum til auki fjármagn þegar í síðu sveitarstjórnarkosningum að því okkur fannst það nauðsynlegt til þess að gera hér íbúum og suðursvæði kleift að geta kosið nær, heldur ekki þurfa að keyra alla leið til Eskifjarðar kannski, breytalingurinn er klukkutíma því sem dæmi að þá fórum við og fannst það sjálfsagt að við lögðum til bókasöfnun okkar í utankjörfundaratkvæðagreiðslu en okkur fannst núna kannski að ríkið myndi sína það að því eins og Einar kom inn á það er ekkert langt síðan það var bara út um allt sko. Það var bara hver hreppstjóri eða hver sýslum eða hver bæjarfógeti var með þetta sko. Nú er þetta óleysanlegt vandamál sko. Og þannig að ég tek undir það að við svona gera það eru þingkosningar á næsta ári og það er brýnt að það sé, þetta er náttúrulega mjög sérstakt á sama tíma og Alþingi grætur yfir því að þessi skilji ekki hvað fækki þeim sem taka þátt í kosningum og sem ekki tilbúin til þess. Og ég heyrði með töl í dag, það eru 42.000 búin að greiða atkvæði utan kjörfundar í þessum forsetakosningum sem ég held þessi bara nýtt met og það eru örugglega meðal stærsta hluta til á höfuðborgarsvæðinu þar sem þú ferð bara í Smáralindin og þú gerir þetta bara leiðinni, hvort sem þú átt heima á laugardeginum ekki, bara búin. Þannig að við tökum það en kjörskrárstofnun er 3.326, ég glemdi, mér láðast að segja það í Fjarðabyggð. Núna, sá sem er framlagður. Orðið er laust. Enguðis ljós að byrja kjörskrárstofnun upp og jafnframt umboð til bæjarstjóra, það er samt með 9 atkvæðum. Þá erum komin liðin umferðarsamt Fjarðabyggðar. Henni er vísað til fyrri umræðu uppfærðri umferðarsamt frá eignaskipulags- og umhverfisvernd hér til bæjarstjórnar og síðar umræða mun þá fara fram í bæjarráði þegar það tekur við hlutverki bæjarstjórnar í sumarleyfi. Umferðarsamtin hefur töluvert það er búið að umferðarsamt Fjarðabyggðar hefur verið mikið til umræðu í mörg ár reglulega en ég held að með síðan svona kannski það er samþykkt sem aldrei er lokið, það verða á henni breytingar, það kom upp á henni agnúar og maður sjá betri möguleika. Hún er svona þó nokkuð breytt núna, samt ekki mikið, það er búið að færa þess til í henni bæði stöðunarskyldur og biðskyldur. Það er líka búið að bæta og ég sérstaklega aðtaka því að nefndin tók núna síðasta fundi sínum aðeins til umræðu spegla við gatnamót sem eru blind, fjölgaði þeim því að þrátt fyrir í umferðarlögunum sé ekki kveð á spegla þá að hvernig það skuli meðhandla þá eiga það að vera í umferðarsamþykkt ef þessi kostur og þá eftir svo að fara vel í gegnum það, speglandir eru tölvöld dýri uppsetningu, þeir mun ekki fara allir upp á fyrsta ári en að fara að byrja, það eru gatnamótina sem eru jafnframt að tekja umræðum það, mörg gatnamót við erum komin í, það er aðstæður sumstaðar að gróður er fann að hafa áhrif á gatnamótum, byrja með sín. Þetta er nú lítið mál í tilfellum þar sem við eigum gróðurbein og svo í miðbæ Eskifjarðar, það sem er búið að biðja sérstaklega að nú verði hoggið að tekið af þeim reit í sumar fyrir neðan heilsugæsluna. En síðan erum við með svo stígunum á Fáskrúðsfirði sem eru þröngir, koma þröngt, er svona þröngt inn á þar og umhverfisstjóri og bara garðyrkjustjóri þurfa svolítið að fara í átaka að biðja fólk að taka af gróðri, þar sem það háir og eins líka sem gróður slútur út á göngustíga sem er mjög víða. Það er svona ekki gott að bæjarfélag fara að höggva þetta en að það sé svona samstarfum. Síðan jafnframt höfum við afnumið sumstaðar þar sem er bannað að leggja bætt við annar staðar, svona bara í ljósi jafnræðisreglu og fleira. Þannig að þetta held ég að sé allt saman mjög vel rætt orðið en orðið lausnaði hér í bæjarstjórn fyrir umræðu.
Engi guðis ljós, þá byrjaði upp að vísa umferðarsamþykkt Fjarðabyggðar endurskoðari til síðar umræðu, samþykkt með 9 atkvæðum. Hún fer svo þaðan til lögreglustjóra sem birtir hana, auglýsir hana til birtingar. Ég vil bara vekja líka athygli á því að það verður kannski tals að ég samt við stóru bílastæðin, ég hef fengið fyrirspurnir á síðustu dögum, að við erum með slíkt í öllum hverfum og það nær ekki bara í fólksflutningabifreiðar heldur líka vinnuvélar og flutningabíla, vörubíla fyrir mig að leggja á henni svo kvöldu tilgreindu stóru bílastæðum eða lögningastæðum í stóru bíla. Þetta er ekki bara rútustæði, þannig að það sé. Þá eru komin lið 21 sem er óveruleg breyting á deiliskipulagi Nausthakams 67-69. Þetta er vísað hér frá Eignarskipur Söngurðsend. Þetta er tillaga óverulega breyting á deiliskipulagi Naust 1 sem er Norðfjarðarhöfn nágrenni. Þetta er stækkun lóðar á Nausthakam 67-69. Þetta er lóð síldarvinnslunar þar sem bræðslan er, mjölbræðslan er. Og þessi tillaga var ekki grenndarkynnt þar sem hún hefur engin áhrif, hún hefur bara áhrif á lóðarhaf og Fjarðabyggð. Fjarðabyggð og næstu lóður við hliðina og ekki ástæða til þess. Orðið er laust þessa óverulegu breytingu. Engi guðis ljós í beinum til samþykktar. Bæjarstjórn samþykkir að gera óverulega breytingu á deiliskipulaginu og stækka lóð þinna. Þá er næst komin í liðin sumarleyfi bæjarstjórnar. Eins og ár hvert þá er lagt til að bæjarstjórn taki sumarfrí í júlí og hluta ágústmánaðar samanber 7. grein samþykktar Fjarðabyggðar. Og við komum hér saman að 9 eftir sumarfrí 15. 20. ágúst, það er öllu óbreyttu. Og meðan er lagt til að bæjarráði verið falið ákvörðunarvald og fullnaðarregla mála bæjarstjórnar meðan sumarfrí stendur samanber 47. grein samþykktar Fjarðabyggðar. Orðið er laust þetta. Við taka fram að fyrsti fundur bæjarstjórnar hverju ári er mjög fátæklegur. Það sem bæjarráði með fullnaðarvald þannig bæjarstjórn kemur saman kl. 4 þá hefur bæjarráð samþykkt allar fundagerðir eða yfirferðar og það eru bara til kynningar. Þannig ég gerir ráð fyrir að vera jafnvel með sérstaka umræðu einhver mál þann 20. ágúst. Þannig að það ekki verið fundagerðunum fyrir að fara, skulum orða það þannig. En þá byrja þess að tillögu til samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá ætla ég bara að leggja hér fram tillögu sem er svo að fundartímum bæjarstjórnar frá og með haustin og fram á áramótum. En það eru þá eftirfarandi fundardagar. Fyrsti fundur eftir sumarfrí þá 20. ágúst. Og þar á eftir kemur 3. september og 17. september, 1. október og 15. október. Tek fram að í október eru 5 fimmtudagar, við ætlum ekki að vera með 3. fundin. Við erum næst 5. nóvember og þá verðum við fyrri umræðum fjárhagsáætlun samkvæmt lögum sem þarf að fara fram í byrjun nóvember. 19. nóvember, 3. desember og 17. desember. Við höfum oft breytt út af vananum, haft október hefur nokkuð lengi verið 5 fimmtudaga mánuður og hefum haft 3 fundi þá og verið með 1 fund í desember. Við teljum eðlilegt núna að vera með 2 fundi í desember. Höfum þá ákveðin svigrúm til þess að vinna ef þarf í fjárhagsáætlun, ef hún dregst. Þannig að þá er ekki fleiri hér í dag, ég bara þakka bæjarfundunum fyrir fundarsetruna fyrir ekki, ég var orðin svo samdöðin að því sem ég að tala fyrir fundarsetruna og óska þeim góðu sumars og hlakka til að sjá okkur aftur 20. ágúst á vettvangi bæjarstjórnar.